Við erum stödd hér á Austurvelli í miðborg Reykjavíkur en eftir það bil sólarhring mun fólk hópast hér saman og mótmæla kílómetragjaldinu sem var sett á áramótin. Kílómetragjaldið var samþykkt á Alþingi í desember 2025 og tók gildi þann 1. janúar 2026. Samhliða lækkaði gjald á eldsneyti en síðastliðnar vikur hafa margir mismunandi þættir valdið því að gjaldið hækkaði á ný. Hvað er kílómetragjaldið? Kílómetragjald sem að allir eigendur á bifreiðum þurfa að greiða og er bara miðast við hversu marga kílómetrar ekur. En stóri þátturinn náttúrulega í bensínverði á Íslandi er alþjóðlegt verð og það hefur hækkað núna undanfarnar daga og vikur í kjölfar á stríðsátökum og það er þá væntanlega bensínfyrirtæki myndi væntanlega segja þetta vera eina stóru rökunum fyrir því. Þú veist hvort að lækkunin upphaflega þegar bensíngjaldið var aflagt, sú lækkun hafi skilað sér og svo hækkað á móti núna, þú veist maður það þyrfti að skoða ykkur lengra samhengi en svo í fljóti bragði virðist það ekki tengjast því. Ekki virðast allir sáttir við þessa nýju breytingu og á Facebook var stofnaður hópurinn Mótmælum kílómetragjaldi. Þar var svo birt færsla þar sem eflt var til mótmæla á Austurvelli laugardaginn 14. mars. Úr varð að hér voru engin mótmæli heldur bara leiðsögutúrar fyrir túrista en samtals voru 10 manns sem mættu hér 3-leytið og fóru nánast leið aftur heim til sín. Blaðamaður stúdentafrétta sem var á vettvangi náði tali af vegfaranda sem hefði mögulega betur mátt mæta og mótmæla. Hvað finnst þér kílómetragjaldið? Mér finnst það ósanngjarnt. Hvers vegna? Ég er með hybrid bíl og ég er að borga töluvert mikið meira núna eftir að þetta breyttist. Heldur en ég gerði áður þegar það var bensín, gjald á bensínstöðum. Þannig ég er ekkert alveg sátt við þetta. En þú mættir ekki á mótmælin? Nei, sorry, vissi ekki af þeim.